Málmiðnaður rótgróin atvinnugrein á Akureyri og nokkuð öflug. Fyrirtækið Blikkrás fagnar þessar mundir 30 ára starfsafmæli. Fyrirtækið hefur alhliða reynslu í blikksmíðavinnu en sérstaða fyrirtækisins uppsetning og viðhald á loftræsti kerfum. Forsagan sú að Oddur Helgi Halldórsson keypti ásamt öðrum blikksmiðju Varma og þeir ákváðu að skýra fyrirtækið Blikkrás. Meðeigandinn flutti fljótlega suður og Oddur keypti hans hlut. Starfsmenn Blikkrásar í dag 15. Oddur Helgi segir að Blikkrás hafi gegnum tíðina reynt eftir bestu getu að tileinka sér helstu nýjungar í faginu en hann minnir á að blikksmíðin sé enn handverk að stórum hluta. Blikkrás hefur í tvígang hlotið viðurkenningu Lagnafélags Íslands fyrir lofsvert lagnaverk. Þetta amtsbókasafnið á Akureyri og menningarhúsið Hof á Akureyri. Oddur Helgi segir að unnið sé eftir gæðakerfi iðnaðarins, þannig batni efnis- og tímanýting. Við höfum alltaf lagt metnað okkur í að gera vel. Við höfum reynt að gera eins vel og við getum hvar sem og handverkið og ég mjög heppinn með starfsfólk. Það bæði verið viljugt til þess að kynna sér nýjungar og bara vanda sig og gera vel. Það er bara okkar styrkur. Hefur þessi stefna leitt til þess að Blikkrás hafi fengið verkefni? Já, ekki kannski nógu mikið. Það verður í framtíðinni þegar menn eru farnir að horfa meira til svona gæða stjórnunar sem náttúrulega bara hluta til hérna. En klárlega gerir það verkum að þau verk sem við höfum farið í eru betur að hendi leyst og bæði hagkvæmari fyrir kunnan og ekki síst fyrir fyrirtæki. Reglulega gerð úttekt á umgengni, aðbúnaði og vinnuaðstöðu og einnig eru öryggismálin reglulega yfirfarin. Margar vélar eru tölvustýrðar eins og þessi plasmaskurðarvél. Tölva segir vélinni fyrir verkum sem þýðir mikið hagræði á mörgum sviðum. Og næsta vél sem við skoðum býr til loftræsti rör í hvaða sverleika sem óskað er. Er þessi vél mikið í notkun hjá okkur? Já, þó nokkuð. Þó nokkuð við nokkuð. Við erum að selja mikið undir sumarbústaðanum og nota þetta undir stöfla og svo bara sambandi við loftræstingar. Var þetta ekki bara bylting þegar þið fenguð þessi vél? Algjör. Við getum líka ráðið náttúrulega lengdina á sem líka rörunum. Það munar rosalega. Það kemur oft fyrir við þurfum að búa til mjög löng rör. Blikkrás karlavinnustaður eins og slík fyrirtæki öll. Eina konan í fyrirtækinu skrifstofustjóri. Ég sé alla reikningsgerð og innheimtu, öll fjármál fyrirtækisins. Við höldum til launin, tímaskráningar og svona, ég geri í rauninni allt hérna nema ég sé ekki bókhaldi, það er bókhaldsskrifstofa sem gerir það. Þannig að það í nokkur horna líta hjá þér? Já, það er alltaf nóg að gera, sko. Þegar maður kynni sér fyrirtækið þá er það bara sérstaklega að tekið fram í gæðastefnu að markmiðið sé að vera fjölskylduvænt fyrirtæki. Hvernig kemur það fram? Ætli sé ekki að það er bara hvað eigendurnir eru duglegir að halda utan um starfsfólkið og fjölskyldu þeirra. Þau passa vel upp á það og fylgjast vel með hvernig fjölskyldunum líður og Oddur virðist alltaf vera með þá hreinu ef börnin okkar eiga til þess afmæli þá kemur hann og skrókar til hamingju börnin okkar og þannig að hann virðist vera mjög vel innviklaður í allt sem við kemur fjölskyldum okkar. En þegar erfiðleikar steðja að í fjölskyldulífi eða einkalífi starfsmanna? Þá eru þau hjónin alveg bara gullamanni. Það er bara þannig, það er virkilega vel haldið utan mann. Þannig að bara eins og langvarandi veikindum og annað, þá fólki hefur frjálsar mætingu og það er fylgst með því hvernig staðan hjá manni og hvernig heilsan og komið til mótsögum mann í einu og öllu, alveg saman hvað það er. Oddur Helgi viðurkennir fúslega að reksturinn hafi ekki alltaf verið dans á rósum í þessi 30 ár. Ég segi stundum, ég reyndi fyrstu árin að vera svartsýnn. Ég gast bara alveg upp á því. Okkur leggst alltaf eitthvað til og eins og sé, ég hef verið heppið með mannskap og ég tel að ég sé mjög góður blikksmiður sjálfur. Eigin sögn eins og maður sagði, sko. Og við höfum staðið okkur mjög vel. Reksturinn hefur yfirleitt verið svona réttum megin við núllið. Þetta er engin gullgrafara grein. Við vorum mjög óheppin fyrstu árin með gjaldþrot annarra. Gjaldþrot þeirra sem við vorum að vinna fyrir. Og svona, það er ekki fyrir upp úr 2000 eitthvað sem að ég fer að verða svona skuldlítill, sko.
Ég segi stundum að ég var í raun og veru kannski tæknilega gjaldþrota fram undir 2000 sko, vegna þess að ég var búinn að tapa svo mikið á verkum þegar aðrir fóru hausinn. Þannig allur minn hagnaður fór í það að reyna að ná upp tapinu sko. En ég hef verið mjög heppinn með það síðan. Oddur Helgi segist vera nokkuð bjartsýnn nú í upphæfi ársins enda verkefnastaðan góð. Hann sjaldan á aðalskrifstofu fyrirtækisins þar sem pappisvinnan fer fram. Hans skrifstofa í pínulitlu rými yfir sjálfu verkstæðinu og jafnvel glerið kemur oft að góðum notum þegar hugmyndir að fæðast. Skrifstofan heitir 5 vegna þess að númerið í innanhús símkerfinu á þessum stað 5. Hvers vegna ertu hérna uppi? Já, það kannski bara meðfædd nýtni. Þetta var hérna í þessu húsi þegar ég keypti þetta. En fyrst og fremst þá líður mér vel hérna. Aðalskrifstofurnar hérna upp á annarri hæð. En hérna ég í aksjóninni. Og alveg sama hvað ég reyna að vera pólitíkus eða framkvæmdastjóri eða hvað sem Í eðli mínu ég bara blikksmiður. Ekki bara, ég blikksmiður í eðli mínu. Það líður mér best. Og hérna ég í atvinnu.